byrtast hinn bjarta sól. En veistu þegar hjá þér ég er, að þá eru alltaf jól. Og vert ekki döpur vina mín, þú veist að ég er hjá þér. Og hugsa alltaf jafn hlýtt til þín, hvert á land sem ég fer. Hið heilaga kvöldið kveikir þú á kertum við rúmið mitt. Þá líð ég til þín í ljósins trú og loga við hjarta þitt. Gefur þér gleð og frið og guðdómlegt frelsi sitt. Og englarnir syngjum sakleysið við sólelska barnið mitt. Og þegar að lífi líkur hér, við leitum í sama skjól. Þá fer ég hjá þér og þú hjá mér, og þá verða alltaf jól. Hið heilaga kvöldið kveikir þú á kertum við rúmið mitt. Þá líð ég til þín í ljósins trú og loga við hjarta þitt. Komið sæl og blessuð og velkomin á þessa dagskrá hér í dag. Við erum svolítið að flytja lög hérna eftir Jóhannes úr Kötlum eða ljóð og höldum áfram með eitt annað sem er nú stjörnu dagsins. Grýla hét tröllkerling leið og ljót, með ferlega hönd og haltan fót. Í hömrunum bjó hún og horfði yfir sveit, var stundum mögur og stundum feit. Á börnunum valt það hvað Grýla átti gott og hvort hún fékk mat í sinn pok og sinn pott. Ef góð voru börnin var Grýla svöng og raulaði ófagran sultarsöng. Ef slæm voru börnin var Grýla glöð og fálmaði í pokann sinn fingrarhröð og skálmað úr hamrinum heldur gleið og óðinn í bæina beina leið. Þar tók hún inn óþekku angaskinn og potaði þeim niður í pokann sinn og heim til sín aftur svo hélt hún fljótt undir pottinum fuðraði fram á nótt. Annað sem gerðist þar enginn veit, en Grýla var samstundis södd og feit. Hún hló svo að nötraði hamarinn og kyssti þar leppa lúða sinn. Nú býtu,
Halló. Góðan daginn. Hérna, ég ætla að athuga hvort ég væri á réttum stað. Fyrir hvað? Fyrir dagskrá, sérstaka svona hjónadagskrá. Býttu, ert þú sér leppalúði eða? Já, ég er leppalúði. Já, þá ertu á réttum stað. Þá er ég á réttum stað, eða dagskráin með leppalúða og grílu. Algjörlega. Já, komið þið sæl. Ég er sem sagt komin, ég er hann leppalúði. Þú heitir? Ég heiti Ragnheiður. Ragnheiður, sæl og blessuð, og þú heitir? Guðmundur. Guðmundur, gaman að sjá. Mikið ert þú í fallegri peysu? Já, takk fyrir. Já, heyrðu, þetta er skemmtilegt, já, ég er sem sagt kominn. En fyrir ekki, hvað ertu eiginlega með? Ég er með svona póka. Nei, ég meina fyrir andlitinu. Já, þetta er gríma. Gríma? Já, ekki grímuskylda. Jú, en Það er grímuskylda, já. Það er samt fyrir að meina sko þessar hérna. Já, þetta er sko gríman sem hún Grýla bjó til handa mér. Hún bjó hana sérstaklega til þess að maður ætti alltaf að vera með grímu fyrir andlitinu þegar maður kæmi innan fólk. Já, og ég er með þessa grímu. En þú ætti kannski að prófa þessa hér. Þessa? Þetta er verið að tala um svona grím. Ég veit ekkert hvað þessi gerir við COVID. Bíddu nú við, maður sjá. Prófaðu þessa. En annars veit er ekki. þetta... Látum okkur sjá. Bíddu nú við. Svona? Nei, ég sé ekkert með þessu. Nei, þú ætti að setja fyrir munnin sko. Fyrir munnin? Já. Svona? Já, nákvæmlega. Og þá heyrðist ekkert hvað það er að segja. En sko þú þarft ekki að hafa neinar ágjur af sig hérna inni vegna þess að ef við höldum bara svona 2 metra reglu að þá... 2 metra reglu? Já, Fjarlægðarmörk? Heyrðu, já, ég er búin að... Sko, hún Grýla, hún er búin að segja mér allt um það. Hún Grýla, hún fylgist mjög vel með öllu, skal ég segja þér. Hún er alltaf með á nótunum. Og hún var einmitt að segja þetta, fjarlægðarmörkin, það verður mjög gott að halda fjarlægðar... Þess vegna sett hún mig í nálgunarbann, 2 kílómetra reglan, sá hún. Nálgunarbann? Já. Hæ? Já, ég mætti ekki koma nær en 2 kílómetra, það væri 2 kílómetra reglan. En það er ekki 2 kílómetra, það er 2 metra regla. 2 metra? Já. Það er svolítið styttra. Það er bara svona. Hvað, voðalega er hún eitthvað? Það er bara svona, já, nei. Já, það er alveg, þetta er þá allt í lagi svona. Já. Já, ég þarf að segja henni Grýlu það. Já, svo nefnilega sett hún mig í sóttkví. Já, hún hlóð sóttkví 2 kílómetra frá hellinum. Hlóð svona sóttkví og setti mig í. Byttu, hvernig hleðum að sóttkví? Veistu ekki hvað kvíar eru? Nei. Það er ekki eitt kvíaærnar hérna í gamla daga. Það voru hlaðinnar svona kvíar og svo voru kindurnar settar þar og svo var fólk að mjólka inn í þessu. Þetta er svona lítil rétt. Já, og hún sagði, já, nú bý ég til svona kví handa þér og þú verður þar þangað til ég get komið og sótt þig. Það er svona sóttkví. Okay. Og þar er ég búinn að vera alveg hreint síðan bara í sumar. Já, sitjandi þar í sóttkvínni. Ekkert þak, það er búið að rigna á mig og það er búið að snjóa á mig og það er búið að blása á mig. Enginn að hitta, ég er bara búinn að vera þar aleinn, hitt ekki nokkuð kjaft og stöku sinnum. En færðu ekkert að borða eða neitt? Jú, hún Grýla, hún hendir nú stundum í mig mat og lætur hún að rulla niður fjallshlíðina frá hellinum svona niður eftir. En það er ekkert alltaf voðalega góður matur, skal ég segja þér. Hún nefnilega, hún er svo hrædd við allt smit og allt svona og hún sýður matinn alltaf úr spritti. Í alvöru? Já, blönduðu með smá jólakattapissi. Já, hún trúi því að það sé mjög sótthreinsandi. Já. En það verður ekkert voðalega góður matur svoleiðis. Ég skal alveg trúa því, Já. Það hljómar ekki mjög vel. Ég mæli ekki með því. Nei. En hún Grýla, hún ákvað að ég ætti að koma fyrir hana af því að hún ætlaði eiginlega ekki að koma í eigin persónu. Átti hún ekki að vera hérna í dag? Jú, ég er með hana hérna líka. Í pókanu þínu? Já, hún ætlaði að vera í svona fjársambandi. Já. Svona fjárfundarsambandi, það er svo mikið í tísku núna. Svoleiðis að ég er hérna með svona tæki. Já, svona, bíddu nú við. Við skulum nú sjá hvort ég kann á þetta og svo ég geta náð í hana Grýlu hérna í tækið. Og bara kemur hún hérna í gegn til okkar. Einmitt. Hafið þið séð svoleiðis? Þetta er mjög skrítið. Ég ætla að gá hvort að ég get fengið þetta til að virka. Það er alls ekki víst. Við skulum sjá. Að því að hún, svo er henni Grýla, hún er ekkert alltof góð í tækninni sjálf heldur, skal ég segja ykkur. En er hún þá með svona rosalegan COVID-kvíða eða vill hún bara ekki fara út eða neitt? Já, hún vill hafa vaðið fyrir neðan sig. Já. Í öllu, hún Grýla, alltaf reynt. Já. Og já.
Bíðu nú við, hún eitthvað upptekinn. Já, hann bíð. Nei, þetta var ekki Grýla. Halló, nei, þetta var vitlaus Grýla. Bíddu nú við, þetta var allt önnur kona. Hvað var þetta? Bíddu nú við, ég þarf að prófa þetta aftur hérna. Við skulum sjá, hérna var þetta. Við skulum við reyna aftur. Já, þetta sko, ég nefnilega ekkert alltaf góður í tækninni, en við skulum sjá hvort ég næ sambandi við hennar Grýlu hérna. Þannig kemur eitthvað. Halló? Halló? Já! Þannig hún, sjáu, hérna Grýla, segðu halló við fólkið. Hérna. Já, hérna, segðu góðan daginn. Jóndu fólkinu góðan daginn. Já. Já. Er ég ekki með grímuna? Já, nei, ég fékk að vita það að það þyrfti ekki að vera með grímu ef maður væri í 2 metra fjarlægð. Og það er alveg 2 metrar hérna á milli. Þannig fólki sem er með mér hérna. Já, vinkaðu því. Já, vinkaðu, já. Kvensnift, þetta er ekki neinn kvensnift, nei, þetta er hún Ragnheiður. Hún ætlar að spila og syngja hérna með mér. Nú, jæja, getið þá ekki dröslast til að spila eitthvað fyrir mig? Getum við dröslast til að spila eitthvað fyrir þig? Jú, við getum reynt það. Hérna, ertu með góðskala kannski? Nei, hvað getum við spilað? Eitthvað hana? Nei, við getum spilað eitthvað fallegt, eitthvað jóla. Já, kannski bara það á að gefa börnum brauð. Það á að gefa börnum brauð, við ætlum að spila það á að gefa börnum brauð. Já, og þú verður að hlusta, Grýla mín. Já. Já, takk. Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum. Kertaljós og klæðin rauð og klæðin rauð, svo komist þau úr bólunum. Væna flísa feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum. Nú hún gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum. Nú hún gamla Grýla dauð og Grýla dauð og gafst hún upp á rólunum. Ef við ekki að taka þetta einu sinni gegn, það ekki frá byrjun. 3. Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum. Kertaljós og klæðin rauð og klæðin rauð, svo komist þau úr bólunum. Væna flísa feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum. Nú hún gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum. Og nú hún gamla Grýla dauð og gafst hún upp á rólunum. Hvað vitleysa? Ég er ekki dauð, þið sjáu það. Ég er nú hérna alveg frelsandi. Ertu komin, Grýla mín? Já. Ég hélt þú ætla... Það er að syngja það að ég sé dauð. Ég er alveg himinlifandi. Já. Heyrðu, svo náttúrulega hérna ég með sóttvarna pissið. Já. Af hverju standið þið svona nálagt? Við erum alveg ágætlega langt frá hérna. Það er vitleysa að þetta á að vera 2 kílómetra milli mig. Nei, það er víst ekki rétt. Það er víst 2 metrar. 2 metrar? Já. Hvaða vitleysa er þetta? En það er líka, það er 2 metra regla sko og hérna. Af hverju 2 metra? En hvernig fórst þú að því að koma bara einhvern veginn, bara, þú veist, þú komst bara, varst ekki einhvers þar upp í fjöllum bara? Já. Í fjársambandi? Ég fylgdi honum eftir, hann veit ekki að því, hann laumar stundum í burtu en þá fer ég á eftir honum. Það er þannig. Já, hún vill hafa Þetta var þetta sleðastu byggða. Já, maður verður aðeins að heilsa upp á fólkið, það er nú ekki annað hægt. En þið ætlið að halda þessari reglunni hérna, 2 metra á reglunni. Já. Er það ekki? Algjörlega. En segið mér hvað eru öll börnin? Börnin? Já. Þau eru heima. Heima? Þau eru heima hjá sér að horfa. Hvað er það heima? Þau eru að horfa á okkur. Þau getur verið heima að horfa á okkur. Þau horfa þarna í myndavélinni, svo þau eru hérna
Sko, já, þau eru hérna hinum megin við myndavélina, þarna. Já, þau eru sko að horfa heima hjá sér í tölvunni sinni eða svona. Já, já. Já, þú getur heilsað upp á þau. Ég get þá tala við þig. Já. Og get ég þá tala við þig öll. Já, já. Já. Og getur spjallað Ég ætla svolítið. bara að láta ykkur vita það að ég ætla að vera alveg svakalega góðum jólin við ykkur. Já. Já. Ég er ekkert að ljúga því neitt. Nei. Nei, alls ekki. Ef allir verða góðir og þægir, þá veit ég að þú ert góð og þæg. Já. Það er nú Þannig svolítið. að það verða engin börn hér í dag. Nei, þau eru það. Þau eru bara þarna. Já, þetta er svolítið skrítið, en þetta er nú svona. Já. Og við getum alveg veifað þeim og hvað þeim. Absolutt. Já. En við ætlum líka að syngja eitthvað fyrir þau. Þau ætlum að spila með okkur hérna. Já, þau ætla að vera góðu jólin. Já, Ragnir og hann Guðmundur, varstu búin að heilsa honum? Góðan daginn. Já. Færðu þig frá! Já. Hvaða fjallmyndalegi maður er þetta? Hvaða myndamaður er þetta? Þetta er hann Guðmundur, hann er maðurinn hennar. Það er líka þess vegna sem að við megum alveg vera nálægt, sko, og þið, þú veist, það Já, ég má það ekki vera nálægt. nálægt honum. Í raun og veru ekki, nei. Nei, nema ég myndi nú vilja fá hann með mér kannski upp í hellinn. Við myndum kannski skipta. Þú farið með Leppa og ég farið með honum. Já, ég veit það nú ekki, Grýla mín. Það er bara þegar Ég veit ekki alveg hvort ég myndi tíma því að skipta, sko. Æ, láttu ekki svona. Bara í smá tíma, bara yfir jólin. Ertu ekki til í það? Hann er ekki alveg til í það. Nei, ekki til í það. Þú verður bara að sætta þig við mig, Grýla mín. En það er nú líka allt í lagi að við þurfum ekki að hafa 2 kílómetra reglu. Þá er þetta nú kannski aðeins skárra. Já, þá, allt í lagi. En eigum við ekki að syngja eitthvað meira? Jú, hvað var ég að syngja? Þetta er eitthvað í hug? Hefur þú eitthvað óskalag, Grýla mín? Já, ég var nú alveg til í að væri kannski hægt að syngja eitthvað hérna hvað ég er hugguleg og yndisleg og fögur og sæt. Fagur limur. Já. Og sæt. Og sæt, já. Til dæmis þá hérna, já, hún er svo sæt. Svo sæt að það er algjört met. Og hún er svo sæt að sólin er feimin. Og hún er svo sæt. Nei, þetta er kannski ekki alveg að Þetta er kannski ekki fyrir börnin. Nei, þetta er kannski ekki alveg næri ekki persónunni alveg, sko. Það kannski vantar einhver svona smáatriði í lýsinguna. Já, hvað getum við tekið þá? Ég veit ekki, Hvað dettur ykkur í hug, krakkar? eitthvað Grýlu, eitthvað lag, eitthvað, ha? Ég held kannski að börnin bara sjá ekki alveg þinn innri mann, Grýla mín. Er það ekki? Þau sjá ekki hvað þú ert falleg inni þér, sko. Æ, þakka þér fyrir, elsku krúta. En mér dettur eitt í hug. Það er eitt lag hérna, sem að Ómar Ragnarsson söng, Já. sem að heitir Ó Grýla. Mér finnst það Já, rosalega skemmt. það er mjög skemmtilegt. Grýla, já. Syngjum það. Ég er alveg í gírnum með það. Já. Já. Grýla heitir Grettimaður í gömlum hellibíl. Runir sér í sveitinni við sínar ær og kýr. Hún þekkir ekki glaumiglis né göttulífsins spél. Og næstum eins og nunna er og 900 ára sé. Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum. Hún sinnir engu öðru nema elda nótt og dag og hirðir þar hyskir sitt með hreinum myndabrag. Af allskyns mat og öðru slíku eldar hann Þorbjörn og í 13 jólasvein og 80 tröll. Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum. Ó Grýla, ó Grýla, ó Grýla í gamla hellinum. Já, þetta var nú aldeilis fínt.
Já. Þetta var nú fallegt. Já, mér finnst þetta lag einhvern veginn ná persónuleikanum miklu betur. Já, þetta er svona hinum innri. Þetta er svona meiri ég. Já, þetta er meiri þú, eins og þú kemur til dyrana, eins og þú klætt, sko. Þetta er nefnilega ég, náttúran ég. Já, og maður á aldrei að vera hræddur við sinn innri mann. Nei, aldrei. Nei. Og ekki heldur að láta útlitið blekkja sig, sko. Er það? Já. Ættum við kannski að... Ok, má ég aðeins spyrja, þú veist að ég hef aldrei séð eitthvað bara svona í persónu. Nei. Þannig að mér langar bara svolítið að vita hvernig er þá með jólasveinana núna í ár út af COVID og öllu? Já, það er nú það. Já. Þetta er nú búin að vera mikil reikistefna, skal ég segja þér, og fundarhöld. Og já, við fengum hérna sóttvarnarlækni hérna, hvað heitir hann aftur? Bjólfur? Nei. Þórólfur heitir hann? Þórólfur, já. Hann kom til okkar sérstaklega til að gefa okkur ráð og við svona reyndum nú að fara til því að svolítið erfitt að skilja sumt af því, svona alls konar eitthvað, einhver smitvarnar gátt og við heldum að það ætti eitthvað við gáttaþef en það passaði nú ekki og alls konar einhver hólf og eitthvað, já. Þannig að við bjuggum til svona sérstök hólf fyrir jólasveinana. En það þurfti þess nú eiginlega ekki því að þeir höfðu þeir hafa hver sinn helli, þannig að það verði bara þeirra sóttvarnarhólf og þar liggja þeir allir núna hver í sínu sprittbaði. Já, hún Grýla, hún er búin að fylla svona kerald af spritti og smá jólakattapissi fyrir þá. Það sé upp á því? Já, þeir liggja þar í sóttreinsibaði, alveg þangað til þeir leggjast til byggða. Og svo fer hver og einn í byggða? Já, grímuklæddur, upp úr og niður úr, alveg hreint. Spreyja skóna og spreyja hendurnar og spreyja rassinn og allt saman. Já, og pokan, spreyja hann líka. Og svo koma þeir til byggða og þá þurfa þeir að spreyja allt í gluggunum. Það er mjög gott líka allir séu búinir að spreyja gluggana á undan. En þeir eru svolítið ekki að fara að spreyja með þessu jólakattahlandi? Já. Er það alveg fritt vökvanum? Við sjáum til við að það kannski aðeins að semjum það við suma. En og svo setja þeir í skóinn þegar þeir eru búinir að sóttreinsa skóinn og setja þeir sóttreinsaða gjöf í skóinn og svo koma þeir sóttreinsaðir heim og þá fara þeir í sóttkví næstu 11 mánuðina alveg þangað til þeir fara bara aftur byggða og bara höfum við þá í sóttkví. En eigum við þá ekki að syngja eitthvað þá? Það verður rosa gaman, sko. Já, ekki bara drengina? Já, syngjum þá, jólasveinana. Það er nú til eitthvað að lögum þá. Það er nú dálítið mikið að þeim, en mér dættu hérna jólasveinar 1 og 8. 1 og 8, já. Það er náttúrulega ekki 8. Nei, þetta er eldgamalt lag. Þetta er aldrei gaman. Þetta er alveg hundgamalt. Já, það er alveg, það voru bara 9. Þeir eru náttúrulega miklu fleiri, sko. Já, þeir eru, síðast í vissi þá voru þeir 13. En af hverju það að segja þetta 1 og 8? Það er bara, sko, af því að þú veist, sko, ef þú eignast börn, þá eignastu kannski 1 og svo kannski 2, kannski 3 og 4 í einu og 5 og svo framvegis. Og einhverjum ákveðnum tímapunkti, þá eru þeir 1 og 8. Nú svo bara bætist við. Þannig meinur 1 plus 8? Já, það er 9. Já. En svo síðan bættust bara 4 við seinna. Og hvað veit maður, það gæti komið fleiri? Já, hver veit, það er ekki öll nótt enn. Hvað gerist í sóttkvinni? Það er aldrei að vita. Nei. Jæja, syngjum þetta lag og svo syngja, þurfum við fara að drífa okkur kallið minn. Já, við förum nú að fara. Við förum að fara. Jólasveinar 1 og 8 ofan koma fjöllunum. Í fyrra kvöld þeir fóru að hátta fundan Jón á völlunum. Andri stóð þar utan gátta, ætla að færa tröllunum, en þá var hringt í Hólakirkju öllum jólabjöllunum. Ekki bara syngið aftur? Jú, þá kannski verða þeir nær því að vera 13 eða 2 sem 1 og 8. Það er 18, það er aðeins svo mikið. Já, það er allt í lagi. Jólasveinar 1 og 8 ofan koma úr fjöllunum. Í fyrra kvöld þeir fóru að hátta fundan Jón á völlunum. Andri stóð þar utan gátta, ætla að færa
en þá var hringt í Hólakirkju öllum jólabjöllunum. Svakalega var það fallega. Þetta var nú fínt, en ég hef aldrei vitað hver hann var þessi Andrés þarna sem var svona utan gátta. Ég er eiginlega horfinn að grenja yfir Nei, þessu. ég er ekki alveg viss að, ég meina það er ekki, þú veist, þið ekki eitthvað svona Launsson sem heitir Andrés? Nei, en það, ég veit það ekki, hann hefur verið eitthvað utan gátt að greið. Já, hann hefur en verið ég það. man ekki eftir þeir hafi komið með hann upp í fjöllin. Nei, þeir ljóta að týnt honum á leiðinni. Já, ég bíla mín, við þurfum að fara. Ég þurfum að taka saman allt mitt hafustaskenna. Og þú manst þessa nýju grímu, þú getur nota hana. Ég minn, þú mátt bara þessa. Á ég að taka, já. Þú getur notað hana. Getur kannski notað þetta, geti ég ekki notað þetta sem ostabakka eða eitthvað? Ostabakka? Jú, þú verður að spritta það. Ég spritta það, ég lofa því. Setja þetta Grína getur hérna. líka að spritta þetta fyrir því, hún er með hérna. Já. Líka aðeins hérna má ég sjá þessu. Já, spritta þetta aðeins. Já, Bara gaman að sjá ykkur. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Jæja. Bless. Verið sæl, hafið það gott. Farið þið varlega. Verið góðir jólin. Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Og verið þið bless. Og verið þið bless. Og hérna bara. Og verið þið bless og bless. Maður er bara smá hræddur. En ágætt þessu ég farin. Eigum við kannski ekki að enda bara saman á einu fallegu lagi svona til þess að fá svona lítið hjartað í lokin. Bráðum koma blessuð jólin, börnin fara að hlakka til. Allir fá þá eitthvað fallegt, í það minnsta kert og spil. Kert og spil, kert og spil, í það minnsta kert og spil. Hvað það verður veit nú enginn, vandi er slíkt að spá, en eitt er víst að alltaf verður ákaflega gaman þá, gaman þá, gaman þá, ákaflega gaman þá. Takk fyrir og gleðileg jól.